Það er aðeins hornaföll og við erum með þrýting sem er rétthindur, vitum tvær hliðar, finnum það þriðju með Pýþagórasi, langhlíðin, öðru veldi, mínus önnur skammhlíðin í öðru veldi og tökum rótina þeirri tölu og fáum út 8. Þannig að hliðin hér er 8. Nú, við erum að finna hornið hérna og við vitum, það er að segja að það er til formúlu sem verður þannig að kósinus, það heitir arkkós eða kós í veldinu mínus fyrsti af hlutfallinu á milli, það er að segja aðalvægarar skammhliðar deilt með langhliðar, þetta eru gráður. Ef við gerum svona vélinni, arkkós og svo sláum við þetta hlutfall hér, þá fáum við gráður. Og þetta er þá arkkós eða kós mínus fyrsta, aðra skammhlið hér í horninu, aðra skammhlið er 8 og langhliðin er 10 og þetta hlut, það er að segja 8 deilt með 10, við sjá hvað er það, 8 deilt með 10, það er jafnt 0,8 auðvitað, þannig að arkkós hérna mínus af 0,8 er jafnt einhverja gráður. Þetta hér er 0,8, 10 deilt við 8 er 0,8. Og þá gerum við hér arkkós 0,8 og fáum út 36,86 gráður. Það horn hér er 36,86 gráður. Það er að segja, ef við vitum tvær eða fleiri hliðar, þá getum við fundið út hornin með hornaföllum og það er að segja arkkós af hlutfalli þessara hliðar deilt, þar sem þessi hlið deilt við þessa hérna, það er þetta hérna. Sínusinn, þetta eru 3 föll við þurfum að kunna, sínusinn eða arksín er þá mótlæg skammhlið deilt með langhlið og arktanges, eða tan mínus fyrsta, er þá mótlæg skammhlið deilt með langhlið. Nei, deilt með hérna aðlægri skammhlið. Deilt með aðlægri skammhlið. Og þetta væri það skrifað, það er að segja á reiknivélinni, það gerir bara sín hérna, arksín og öðrum hér, mótlæga skammhlið er þá 6 deilt með 10. Arksín 6 deilt með 10, þetta gefur okkur sem gráðar það. 36,86. Og tangesinn er það þá erum við hér ennþá, það er mótlæga skammhlið deilt með aðlægri skammhlið og þá er þetta sem sagt hérna arktang og það er þá 6 deilt með 8. Þetta gefur okkur líka 36,8 gráður. Það er að segja þessar 3 aðferðir, við þurfum að kósinus, sinus eða tanges til að finna þetta eina horn hér. Og þegar við vitum horn hérna, þá vitum við annars að reikna þetta hérna út með hornaföllum eða bara dreiði þessa tölu hér frá 90 og þá fáum við hornin hér. Af því að hornin samanlagt eru 180 gráður. Þetta hér er alltaf 90. Þannig að þessi 2 horn hér samanlagt þau eru 90. Já, þetta er svona aðferð til að finna eitt horn með þessum 3 aðferðum. Takk fyrir.